Góða kvöldið, kæru áhorfendur. Við erum að fjalla efnið ferðalag til frelsis og við byrjum síðastliðinn 5. og við vorum þar með smá inngang sem reyndar, eins og ég gjarn á, fer svolítið við af öll þegar ég fer af staði svona efni vegna þess að það frá mörgu að segja og mikið hægt að taka á mörgu. En núna ætlum við raunverulega klára innganginn, svona síðari hluti inngangs inn í þetta efni, inn í þetta ferðalag til frelsis. Og við erum það svona aðeins í smá upprifi núna og tökum þetta saman til þess að fara inn í lið fyrir lið þessa ferð sem við ætlum að leita að hvernig göngum við inn til frelsis í trúni. Frelsis í Kristi, til frelsis frelsaði Kristur okkur. Hvar frelsið okkar? Í hver það fólkið, þetta frelsi okkar og svo framvegis. Og ég vitnaði aðeins í önnur trúarbrögð og nánast öll trúarbrögð heims og öll þau stærstu, þau fela í sér ákveðna hluti sem þú þarft að gera til þess að eiga þennan aðgang hjá Guði. Það byggir á þínum verkum. Það búið að segja þér út af hvað þetta gengur, það búið að segja þér að þú biður svona oft eða þú fastar hér, þú gefur hér og svo framvegis. Og þessi þættir þessa þættir að finna í nánast öllum trúarbrögðum heims. Og sumir ganga svo langt að þeir fara út í sjálfspyntingar til þess að þóknast Guði, til að deyða holdið og lifa í svona auðmýkt andans fram fyrir Guði. Þetta mynd trúarbragðanna sem hefur verið gefin og þetta líka mynd sem gefin hefur verið af kristindómnum. Og það kirkjan og fólk sjálft sem hefur gefið þessa mynd. Þetta ekki ímynd, það getur vel verið og einhverjir hugsi sem ekki eiga kristna trú, hugsi að þetta sennilega svipað eins og öll önnur trúarbrögð, hvað það varðar, að þetta byggjað á þínum verkum, hvernig þú nálgast Guð og hvernig þú kemur inn í lífið og Guði sjálfur með þínum verkum. Þú að verðskulda aðganginn, getur ekki bara ætlast til þess að hann taki þig eins og þú ert. Þú ert ekki heilagur en Guð það og þú verður bara að gjöra svo að taka þig á. Ég man ef ég má vitna í vin minn, Hjalta Gunnlaug, sem ég veit að honum alveg saman það, við oft notað þetta dæmi og ég man þegar rétt áður en hann kemst til trúar og svona afhendir Guði líf sitt að þá sagði mér að þetta var gekk alltaf svolítið út af það að hann þurfti fyrst að taka til hjá sér áður en hann kom til Guðs. Hann þurfti fyrst að laga sitt líf áður en hann kom til Guðs. Og þetta svolítið boðskapurinn trúarbragðin flesta. Þú verður að taka þitt líf í gegn áður þú kemur. Og þá komum við að kristindómnum og það það sem við ætlum að reyna að kafa svolítið í. Það líka kennsla kristindómsins? Breytir engu? Ég meina, engin breytingu sjálfur sér frá gyðingdóm, því nú var Kristur gyðingur og fæðist þar og elst upp og lifir í gyðingdómnum og heldur lögmál gyðinga, var engin munur á hvað gerðist eftir að Kristur deyr og rís frá dauðum. Við í sama pakkanum? Við enn að halda lögmálið? Við enn að halda boðorðin á þann háttinn til þess að fá? Því að samningurinn, og við förum að þá eftir samningur sem Guð gerði við Ísraelsmenn, hann var mjög sérstakur, en hann gerði það líka bara við þá þjóð, förum í það á eftir. Þannig að í kristindómnum nefnilega algjörlega einstakt fyrirbrigði eða atburður sem hefur ekki og á sér ekki hliðstæð í nokkur öðrum trúarbrögðum. Og það það að Guð sjálfur, skapari himins og jarðar, hann kemur og gerist maður. Hann gerist maður til að taka á sig okkar byrðar, hann samsamar sig manninum á jörðinni. Þetta einstakt fyrir kristindóminn. En þetta
þessi einstaki atburður að hann skyldi koma á þennan máta og gerast maður og samsama sig það sem setur Kristdóminn hann aðskilur hann frá öðrum trúarbrögðum því þar hætta verkin, þar hætta þetta ég þarf að til að það klippir á það. Og sko góðu fréttirnar eru að Guð er búinn að samþykkja þig. Hann er búinn að því. Þú þarft ekki að gera til að fá samþykkja hans. Ef við ætlum að stökkva yfir, segjum bara, skulum hafa gjána mjög djúp og breiða. Þetta er 30 metra gjá. Það er að segja á breidd. Og við erum með fólk öðrum megin og þú og ég erum þar og við ætlum að stökkva yfir hinum megin. Og flestir segja bara, ekki séns, ég get ekki, ég meina heimsmetið maður, það er bara rétt undir 9 metrum og hvað heldur ég geti stokkið, þegar ég segja þetta rétt undir 9 og þú segja bara, wow, hver stekkur nærri því 9 metra? Já, það hafa þeir gert og nógu það, þetta er 30 metrar, svo er ekki hægt að stökkva. Það er ekki hægt, það getur engin maður stokkið þetta. Og ég hugsa með mér, ég er ekki í neinu formi maður, ég er bara, þú veist, ég hef ekki farið í ræktina í ár og ég er komið stóra bumbu og ég er ekki í þoli og ég hef engan kraft í fótleggjunum. Svo ef ég tek tilhlaup og ég stekk, þú veist, ég fer 1 metra, 2 metra mestalagi, svo er ég bara beint niður. Svo kemur einhver sem er í ræktinni og þetta er ekki bara einhver í ræktinni skulum við segja, þetta er sá sem er flottastur í ræktinni. Þú veist, lærvöðnar á þessum náunga eru bara eins og 2 ljósastaurar sko. Nei, þetta er, og þú hugsar, ef einhver getur stokkið þá er hann, því hann er flottastur, hann er búinn að gera sér kláran til að stökkva. Og þú veist að jafnvel og ég, að jafnvel þó hann sé klár líkamlega og búinn gera allt og vinna að því árum saman að ná sér vöðvauppbyggingu og þessum krafti sem þarf í stökkið, þá nær hann ekki yfir 30 metra. Hann dettur niður líka. Með öðrum orðum, þetta segir okkur, og þetta er nákvæmlega svona í trúni. Í kristindómnum, kristindómurinn kennir okkur að það er alveg sama hvað þú ert flottur. Það er alveg sama hvað þú ert búinn að hegða þér vel, vera góður, alveg sama hvað. Að þá nærð þú ekki inn í samfélagi við Guð á eigin verðleikum. Því það er alltaf einhvað sem á ekki aðgang þar inn. Og eina leiðin er að koma fyrir Jesú Krist. Þetta er trúin í stuttumáli, kristindómurinn. Það er aðeins fyrir hann og það er það sem að sumum finnst það óréttlátt. En hvað með ömmu? Amma var svo góð. Hún gerði engum megin, ekki flugu. Það er rétt. Það er til í hinu náttúrulega, bara í manninum, eru sumir sem eru betri en aðrir í hegðun, í orði, í verki. Það er bara algjörlega hárrétt. Og við eigum ömmur mörg og mömmur og pappa. Eins og segi, ég er hlutræðarvarandi mína foreldrar, mér fannst þetta besta fólk í heimi. Bestu pappi og mamma í heimi. En það breytir engum það að aðgangurinn að hinu allra helgasta í það sem Guð er, að Guð í hinum heilaga skapar heimins og jarðar. Það er enginn sem nær þar inn nema fyrir Jesú Krist og það er þar sem við ruglum oft saman. Þegar við erum búin að taka trúna á Krist, þegar við erum búin að ganga með honum og svo klikkum við og feilum og við gerum eitthvað sem við bara eigum ekki að gera, þá förum við í fordæmingu og skömm að hafa brugðist Guði og höldum að Guð hafi ekki, við séum ekki lengur samþykkt á honum, hann elskar okkur ekki lengur, hann vill okkur ekki lengur eða hvað það nú er, sem betur fyrir, ég oft vitnað í það en það er, ég heyrið ekki í dag og ég heyrið aldrei á foreldrum mínum en ég heyrði stundum sagt að ef að þú við litlu krakkana, ef þú skrökvar, það var svartablettan tungun og Jesús vill ekki eiga þig lengur. Er það nema von ef að börn alast upp fyrir þetta eða hafa alast upp fyrir þetta að Guð vil ekki eiga þig ef þú gerir eitthvað sem þú átt ekki að gera, að þau hörfi frá honum og þekki hann ekki, hann vill mig ekki. En þarna feilum við, þú mátt aldrei, hlusta þá, þú
þú er búið að samþykkja þig. Jesús er búinn að gera allt sem þarf. Og nú að ég segi við þig, breytir engu hvort þú átt núna trú á Jesú eða ekki. Hann er búinn að samþykkja þig. Kemur því seinna. Hann er búinn að samþykkja þig. Hann er búinn að friðþægja fyrir alla menn. Allir menn hafa aðgang að honum. Já, en þú segir kannski ég á enga trú og ég trú ekki einu svona að Guð sé til. Breytir engu, hann er búinn að samþykkja þig. Og þú sem átt trúna og búinn að lifa kannski nokkur ár með Kristi eða 1 ár og þú trúðir í hann samþykkti þig, ekki á þínum veruleikum heldur á Krists veruleikum. Þér líður kannski illa núna vegna þess að þú ert búinn að vera að gera eitthvað, segja eitthvað, hegðar eitthvað, ekki lifa eins og þú finnst þú eigir að lifa í Guði og í trúnni og skammast þín fyrir það og ferði í fordæmingu. Hann er búinn að samþykkja þig. Hér er lykillinn. Þú mátt aldrei, saman hver þú ert, aldrei rugla saman hans samþykki og þínum verkum. Ruglaðu aldrei saman hans samþykki á þér og þínum verkum í lífinu, þinn hegðun. Því hann samþykti þig áður þú trúðir, áður en verk þín breytust, áður en nokkuð breytist á saman að búin að samþykja þig í Jesú. Þetta skiptir miklu máli. Nú, jæja, þetta við erum enn í innganginum eins og við segjum og við ætlum að reyna að klára hann í dag svo við getum fara svo inn í efnið betur. Í kristninu, og eins og ég nefndi síðast, að við erum ekki að fjalla önnur trúarbrögð hér, þó ég vísi í þau annars slagi eða einhverju litlu leyti, að þá erum við ekki að fjalla þau. Við erum ekki að fjalla trú innan annarra trúarbragða, við erum að fjalla trú innan kristindómsins. Við erum að tala hvernig kristindómurinn virkar og fyrir þá sem kristnir eru eða hafa áhuga að vita út á hvað kristindómurinn gengur. Það er líka því að þú þarft ekki að hafa trú til þess að hlusta á það sem ég er að tala Þú getur bara haft einhvern áhuga og vita hverju við raunverulega trúum eða hvort þetta sé vitleysa eða rétt sem þú hefur heyrt í gegnum tíðina og svo framvegis. Þegar kemur að framgöngunni í trúnni og þessu sem ég er að tala og hvort það hafi eitthvað breyst þegar Kristur kemur. Hann er gyðingur, manstu, hann klárar sitt líf sem gyðingur og hann uppfyllir lögmáli þar sem hann heldur allt lögmál Móse og þetta skiptir miklu máli að við áttum okkur á hvað gerist og ég hef farið þetta áður og enn og aftur þetta er upprifjun og þetta er inngangur en þetta skiptir geysilega miklu máli. Hérna sjáum við Biblíuna opna hjá mér, hún opnar á Mattheusar Guðspjalli, sjáum við. Mattheusar Guðspjall. Þessi hérna hluti Biblíunar, þykkari hlutin, þetta er það sem við kallum Gamla Testamenti. Og Gamla testamenti þýðir sáttmáli eða samningur. Og þetta er gamli sáttmálin, Gamla Testamenti. Og þennan sáttmála, þennan gamla, hann er kallað gamall vegna þess að hann kom á undan hinum nýja, það er þessi venjulega röð, gamalt og nýtt og svo framvegis. Hann var gerður við Hebrea. Við erum með hann í Biblíun okkar vegna þess að það er margt þar sem að við byggjum á, þar að segja að trúin okkar byggjar á því sem gerist hér og leiðir af inn í hinn nýja. En þessi sáttmáli var gerður við gyðinga, við Hebreana. Þannig að þessi bók hér er faktískt trúarbók Hebrea. Hún er ekki trúarbók okkar kristinna. Það er að segja, og nú sé ég bara stór spurningamerki, byrju, er ekki Biblíun öll trúarbók okkar? Jú, en það sem skiptir höfumáli og við ætlum að byrja að greina þar fyrst og svo komum við að því hvort hún sé það á einhvern máti eða ekki, það eru sáttmálanir. Sjáum við þennan þinnri hlutan, þetta er nýji sáttmálin. Miklu
færri blaðsíður, en það kannski ekki aðalmálið, heldur hvað innihalda. Kristnir menn, þú og ég og þeir sem vilja vera kristnir, þeir ganga inn í nýja sáttmálan. Og nýji sáttmálinn ekki sá sami og gamli. Biblían segir alveg skýrt sjálf, hann betri sáttmáli heldur en sá gamli. Og hann ekki gerður bara við gyðinga, hann gerður við alla heiminn, alla veröldina. Öll veröldin boðin inn í hann, meðan hér voru það bara Hebrear og þeir sem gerðust Hebrear sem að fengu að fara inn og gátu farið inn. Þetta stóri munurinn, þannig að því litinu til, þegar við tölum sáttmála, þá þessi ekki minn eða þinn trúabók, heldur einungis á nýju. En vegna þess að Kristur fæðist undir þessum sáttmála og elst þar upp og hann kennir út frá honum og hann ávarpar út frá honum og ekki bara það, sá gamli leiðir til hins nýja. Það að segja, í gamla sáttmálanum eru, svo ég vitni aftur í Guðs orð, skuggamyndir, eru tákn og myndir það sem koma skuli í hinu andlega. Það að segja, í hinu náttúrulega gerir Guð hluti sem síðan opinberast í hinu andlega. Og það sjáu þegar að lesa nýja sáttmálann, það fullt af hlutum þar sem vitnar í gamla og það útskýrt til að segja hvað var hér að gerast og hvað þetta á við í okkar lífi í dag. Að því litinu þetta enn okkar trúarbók. En það ekki sáttmálinn sem við trúum á lengur hér, við trúum á þennan sáttmála, þennan nýja. En við sjáum og við lærum fullt af hlutum hér þessu og það það sem Jesús sjálfur benti á, munið þið sem ég vísaði í síðast, farisearnir, prestarnir, hann sagði þið leitið í ritningarnar og hvaða ritningar, þessar hérna, þessi ritning var ekki til þá, svo það var þessi ritning, Mósebækurnar 5, spámennirnir, sálmarnir og svo framvegis og hann sagði þið leitið þér til að finna eilífa lífið, til að finna Guð, en þið hafni mér sem lífið. Ég umorða þetta, sem þið að leita lífinu en þið neitið að sjá mig. Og þar kemur stóri munurinn. Þegar fyrir okkur kristið fólk, þegar við erum að lesa þetta hérna, gamla sáttmálann, þá erum við að leita að Kristi. Við erum að sjá Krist í öllu þessu. Þess vegna lesum við hana, þess vegna höfum hana, þess vegna gefum við okkur líf ef við skiljum af hverju við erum að lesa hana, ef við skiljum hverju við erum að leitað. Við erum að skoða hann. Ritningarnar tala hann. Öll ritningin talar hann, líka svo gamla. Og þess vegna höfum við hana, þess vegna lesum við hana. Þess vegna erum með vegna þess að hún gefur okkur líf þegar við sjáum Krist. Hún gefur okkur ekki líf, hún gefur okkur dauða ef við leitum bara bókstafnum. Það segir Biblían líka. Bókstafurinn deyðir en andinn gefur líf. Þannig við erum að leita andanum í þessu. Og það númer 1, 2 og 3 þegar við lesum að skilja þetta. Því ef við skiljum þetta ekki, þá erum við í vandræðum með að vita hvað við erum að fjalla. Og þar kemur dauðinn reyndar oft inn í trúna vegna þess að við lendum oft í bókstafnum. Við missum andan og lendum í bókstafnum. Jæja. Ég held að það sem við þurfum að gera, við þurfum að aðgreina, við þurfum að hætta að blanda þessu saman og nú ég talað sáttmálan, annars verður þetta gamall sáttmáli, ný sáttmáli. Gamli sáttmálin var eingöngu fyrir Hebrea, sáttmálan sem hann gerði við þá og það þannig að Guð gerir sáttmálan við Hebreana, við gyðingana og hann segir ef að ég ætla að vera ykkar Guð, þið verið mitt fólk. Nú því að gera þetta mjög stutt. Hann tekur þau út úr Egyptalandi yfir Rauðahafið inn í eyðimörkina og allar að leiða inn í fyrir hérna landi sem tók reyndar mörg ár að gera og sum þeirra fór aldrei inn vegna bara óhlýðni við sáttmálan. En sáttmálan hljóðar í stuttumáli þannig: ég ykkar Guð, þið eru mitt fólk. Ef að þið gerið það sem ég segi ykkur að gera, það sem ég býð ykkur að gera, ef þið gerir það sem á mínu hjarta fyrir lífið,
þá munið þið blessun hljóta. Og ég mun passa ykkur, ég mun vernda ykkur, það verður allt eins og þetta á að vera. En ef ekki, þá kemur bölvun yfir ykkur. Og þið heyrið það, þetta er náttúrulega rosalega flottur sáttmáli ef þú getur gert allt sem Guð biður að gera. Vá, ef ég bara, já, þetta er ekkert mál að gera sem Guð biður að gera, þá get ég bara, þá var hann alltaf með mér og hann blessa mig og heldur mig heilbrigðum og lækna mig og gerir mig heilan og ég bara fæ allan kraft sem ég þarf því að Guð er alltaf með mér. Vandamálið því stóra var og er hins vegar að maðurinn gat ekkert haldið allt sem Guð vildi. Guð, það voru alls konar boðorð sem fylgdu þessum sáttmála. Við þekkjum best boðorðin 10. Maðurinn getur ekki einu sinni haldið þau öll. Hvenær var það sem þú skrökvaði pínlítið síðast? Hvenær var það sem þú giftist konu náungans síðast? Eða mann? Sjáðu þið, maðurinn getur ekki einu sinni haldið þetta. Þetta er tært. Þetta er eins tært eins og hægt er að hafa það en við bara getum það ekki og gyðingar gátu þetta ekki heldur. Hvað þá heldur og hlustaðu nú vel á? Önnur 600 plus boðorð sem voru látið fylgja með og komið seinna. 630 og eitthvað boðorð í gamla sáttmálunum og maðurinn gat ekki haldið þau. Og ekki bara það sáttmálum var þannig, samningurum var þannig að þú brýtur eitt af þessum boðorum, þá ertu sekur við öll boðorin. Þetta er nú ósanngjarnt. Hvað, ég er búin að halda 632 boðor og svo brýti eitt og þá er ég bara sekur við allt. Aha. Þetta var samningurinn. Það er svona að segja, samningurinn, það var ekkert sérstaklega góður samningur nema ef þú gætir haldið allt. Þá var hann flottur. Og þetta er samningur sem Guð gerði við Ísraelsmenn. Og þú spyr kannski getur hvers konar kjánar voru þeir að taka svona. Já, þeir voru ekki bara kjánar að taka þessu, þeir fullyrtu við Guð og aðra að þeir myndu geta gert þetta. Þeir sögðu bara ekkert mál, við getum gert allt sem þú segir okkur. Aha. Og þá spyrðu sjálf þig út á hvað gekk þetta. Mundu, fyrst í hennu náttúrulega og síðan í hennu andlega. Þarna gerir Guð sáttmála við þjóð. Svona sáttmála sem okkur finnst kannski í dag ekkert rosalega góður, en þeim fannst hann alveg ágætur þá, þó að því þeir héldu getur gert þetta allt. Þá er staðan þannig að hann er að sýna þeim, hann er að sýna mannskepnun í gegnum gyðingana. Öllum heiminum, í gegnum þennan hóp gyðinga sem var bara fámennur hópur tiltölulega samt einhver, kannski 2-3 milljónir eða eitthvað. Hann er að halda halda þeim halda þeim, býður þeim sáttmála þar sem þeir halda sig við hann og hann mun vera þeirra Guð ef þeir. Og hann notar þetta þennan sáttmála til að sýna þeim og okkur hinum að við getum ekki gert það sem trúarbröðin er að segja okkur að gera. Við getum aldrei verið nógu góð. Við getum aldrei verið það fullkomin að hann frá að segja gjöru svo vel, þeir eru orðin svo flott núna, nú megið koma í samfélagum við. Hann er að kenna okkur það og hann kennur okkur á áþreifanlega máta. Hugsið ykkur, með heilan hópa fólki. Fyrir það að ganga í gegnum þetta, þau eru blessuð. Við tölum oft að blessa Ísrael og þau séu blessuð og svo framvegis. Það skilur enginn hvað hann tala um að því þeir hegða sér illa við Palestínumenn. Þetta gengur ekkert og það að þeir gera aldrei rangt. Ójú, þeir gera fullt rangt. En þau eru blessuð vegna þess að Guð fékk að koma til þeirra og þau fengu að ganga með honum á þennan máta að þau voru sýnisvopnið okkar. Hugsið ykkur það, en ekki bara það, þau fættu síðan af sér
þann sem gerði alla þessa hluti mögulega, Jesú Krist. Þannig í dag erum við, gyðingarnir, Grikkirnir, heimurinn allur á sama báti, að því Guð gerir nýjan sáttmála. Sá sáttmáli, við komum á honum, hann er sáttmálinn sem að þú og ég megum ganga inn í. Og sá sáttmáli, og ég ætla að enda með þessu, sá sáttmáli gerður milli Guðs og Jesú Krist. Af hverju? Af því þetta er það sem er uník. Þetta er það sem er öðruvísi, þetta er það sem er aðskilur kristindóm frá öllum öðrum trúarbrögðum eða annarri trú. Ég vil ekki eins og kalla kristina trúarbrögð ekki í sinni tærustu mynd. Hvernig þá? Guð gerist maður, fæðist að gjöra sem maður, samsamar sem manninum, algjörlega. Hann verður sá maður, sá eini sem getur haldið allan sáttmálan, þann gamla sem ég var að lýsa á hann. Ef hann hefði verið komið fyrr inn í gyðingahópinn í eyðimörkinni, þá hafði hann verið svo eini sem hélt all 600 og eitthvað boðorðin. Hann braut ekki eitt þeirra. Hann kemur þannig sem maður og hann kemur inn í, eftir að vera komin inn í fyrirheitnalandið, hann er í Ísrael og í Jerúsalem og hann býr mestuleyti í Kapernaum við Galileuvatnið að ferðast um. Hann er sem sagt algjörlega 100% maður. Hann er ekki bara hálfur maður, hálfur Guð eða Guð í manns líki. Hann er maður. Og hann heldur sáttmálan og þegar hann deyr á krossi, þá deyr hann sem saklaus maður, réttlátur maður. Og hann rís upp frá dauðum og við það þá endurfæðir Guð anda hans, mannsins, Jesú Krist, og gerir nýja sáttmála við hann. Og sá sáttmáli er miklu betri og það er sáttmáli frelsisins. Það er sáttmála sem við ætlum að fara að skoða. Það er sáttmála sem leiður okkur inn í fullkomna frelsi lífsins. Og hann getur ekki klikkað. Því þó að þú og ég klikkum, þá klikkar ekki Faðirinn og klikkar ekki Jesús. Þeir halda sáttmálan 100%. Þeir hafa sýnt að báðu tveir að þeir eru trúfastir. Og síðan segja þeir, kom þú Halldór, kom þú Sigga, kom þú Bjarni, kom þú Gunna. Þeir eru velkomin inn í þennan sáttmála, að vera hluti af þessu sáttmála. Það er nýji sáttmálin. Elsku vinur, nú ætla ég að hætta þessu. Við reynum að halda okkur við hálftíman í hver sinn, svo við höfum bara förum ekki of langt og höfum ekki of mikið að hugsa, en það er nóg að hugsa innan hvers hálftíma, ég get lofa okkur því. Nú takið þetta, skoðið þetta, hugliðið þetta og síðan byrjum við að kafa inn í þennan nýja sáttmála og við reynum að bera saman líka hann gamla og sjá hver er munurinn, vegna þess að það er blandan af þessu tvennu, sem tveimur sáttmálum sem ofta ruglar okkur rýminu og verður okkur fjötur fót og gerir það verkum að frelsi okkar í Kristi sem okkur er ætlað inn á nýja sáttmála hverfur eða dofnar eða minnkar eða fer alveg á. Guð blessi ykkur, elsku vinur, njótið dagsins, njótið vikunar og sjáumst aftur eftir vikun. Amen.